Veröld sem var, 15. kafli, Innkeepit Hitler. Það óbrigðult lögmál í veraldarsögunni að mönnum fyrirmunað að átta sig á afdrifaríkustu hreyfingum samtíðarinnar meðan þær eru á byrjunarstigi. Þess vegna get ég með engu móti munað hvenær ég heyrði nafnið Adolf Hitler í fyrsta sinn. Þetta nafn sem undanfarin ár hefur verið okkur svo ofarlega í huga og orðið svo tíðnefnt í ýmsu samengi. Nafn þess manns sem hefur leitt meiri ógæfu yfir heiminn en nokkur annar frá aldaöðli. Ég hlýt að minnstakosti að hafa heyrt hans getið allt snemma, því München var ekki lengra frá Salzburg en svo að við fylgdumst með innanbæjar málefnum þar. Þó rekur mig minni til þess að einn daginn, mánaðardeginum hef ég gleymt, kom kunningi minn þaðan og barmaði sér yfir því að nú væru nýjar viðsjár í München. Engum hefði sig þar mikið í frammi bandóður lýðskrumari að nafni Hitler sem héldi rústusama fundi með gífuristum áróðri gegn lýðveldinu og gyðingunum. Þetta nafn fór inn annað eyrað og út hitt. Ég leiddi ekki hugan að því frekar. Þeir voru ekki svo fáir áróðurs og uppreisnar sekkirnir sem skautu upp í Þýskalandi á öngþeytis árunum en hurfu jafnharðan og eru steingleymdir fyrir löngu. Það var til dæmis Erhard höfuðsmaður með Eystrasaltssveitirnar, kapphershöfðingi, leynidómsmorðingjarnir, bæjerskir kommunistar, rínlenskir sjálfstæðismenn og fleiri. Ótal slíkar vindbólur voru á reki í upplausnar iðunni og þegar þær brustu skildu þar ekkert eftir nema fúlan fnyk sem kom upp ílduna í ógrónum sárum Þýskalands. Einhverju sinni barst mér í hendur blaðsnepill nasjonalsósíalista Miesbacher Anzeiger sem var vísir að fölkískar Beobachter. En Miesbach var smáþorp og blaðið ósköp hversdagslegt. Hver tók mark á því? En þá skaut allt í einu upp í nágrannabæjunum Reichenhall og Berchtesgaden, þar sem ég var daglegur gestur, hópur af stráklingum í leggstígvélum og brúnum skyrtum, allir með skjannaleg hakakrossbindi handlegginn. Í fyrstu voru þeir fámennir en fór sífjölgandi. Þeir gengust fyrir útifundum og hópgöngum, fóru fylktu liði göturnar með söng og talkórum, límdu upp geysistórar áróðursmyndir og klíndu hakakrossinum upp alla veggi. Þá fyrst rann upp fyrir mér að óaldar líður þessi sem skaut þarna upp öllum að óvörum hlyti að eiga sér fjárhagslegan bakhjarl og njóta styrktar einhverja áhrifamanna. Hitler sem þessar mundir lét hvergi til sín heyra nema í bjórkjöllurum í Bæjarlandi hefði ekki verið einfær að búa þessa stráklinga út þúsundum saman með svo miklum tilkostnaði. Það hlutu að vera styrkari hendur sem höfðu hrundið af stað þessari nýju hreyfingu. Einkennisbúningarnir voru nýjir af nálinni og stormsveitirnar sem voru sendar bæ frá bæ höfðu til umráða ótrúlegan fjölda af spánnýjum gljáandi bílum, bifhjólum og vörubifreiðum, þó þá væru hallaristímar og venjulegir uppgjafahermenn gengu í göðurrifnum einkennisbúningum. Auk þess var á allra vitorði að þessir ungu menn voru æfðir í vopnaburði og þar var ekki öðrum til að dreifa en sjálfum hernum. Hitler hafði frá því fyrsta verið njósnari í leyniþjónustu hans og nú sá herinn þessum auðfengna mannafla fyrir skipulegri þjálfun. Af tilviljun gafst mér bráðlega færi á að vera sjónarvottur af einni þessara undirbúnu árása. Í einu þorpinu við landamærin voru jafnaðarmenn að halda útifund með friði og spekt. Komu þá allt í einu brunandi 4 vörubílar fullfermdir af nasistapiltum sem voru vopnaðir gúmmíkylfum. Þeir voru svo skjótir í svifum að hinir gátu ekki rönd við reist, alveg eins og fasistarnir á Markúsatorginu forðum. Aðferðin var svo sama, þeir höfðu lært hana af fasistunum, nema hvað hér var hún æfð af miklu meiri nákvæmni, undirbúin út í æsar af þýska vísu. Leið og blásið var í flautu, stukku SA-mennirnir eldsnarir ofan af bílunum og létu kylfurnar ganga á öllum sem urðu á vegi þeirra og áður en lögreglan fekk ráðrúm til að skakka leikinn eða merkamennirnir gátu snúist til varnar, voru hinir stokknir upp á bílana og brunuðu af stað. Það sem mig furðaði mest var hvað þeir hlupu vafningarlaust ofan af bílunum og upp aftur þegar fyrirliðinn gaf merki með flautunni.
Það var auðséð að hver einstakur piltur vissi upp á hár hvar hann átti að ná handfestu og stökkva upp á bílinn svo hann yrði ekki næsta manni til trafala og illi töfum. Þetta var alls ekki fimi hvers einstaks að þakka, heldur var hvert handtak áreiðanlega þaulæft fyrirfram í herbúðum og æfingastöðum. Manni duldist ekki við fyrstu sýn að flokkur þessi var þjálfaður til árása, ofbeldis og hermdarverka. Bráðlega fóru að spyrjast fleiri tíðindi af þessum leyni heræfingum í Bæjaralandi. Á næturþeli meðan fólk var í fasta svefni, laumuðust piltarnir að heiman og komu saman til víðavangsæfinga. Liðsforingjar starfandi í hernum eða brautskráðir þaðan þjálfuðu þessar sveitir og þá laun fyrir frá ríkinu eða hinum dularfullu styrtarmönnum flokksins og yfirvöldin virtust ekki gefa þessum kynlegu næturæfingum mikinn gaum. Voru þau í rauninni sofandi eða lokuðu þau bara augunum? Tóku þau ekkert mark á hreyfingunni eða unnu þau á laun að eflingu hennar? En hvort heldur var þá þótti jafnvel þeim sem studdu hreyfinguna að tjaldabaki nóg skjótan viðgang hennar og vaxandi hrottaskap. Einn morguninn vöknuðu stjórnarvöldin upp við vondan draum. München var í höndum Hitlers, allar opinberar byggingar teknar herskildi og blöðin kúguð með vopnavaldi til að kunngera það sigri hrósandi að stjórnarbylting væri komin í kring. Nú birtist Ludendorff hersöðingi eins og skrattinn úr sauðalegnum, lýðveldismönnum alveg að óvörum. Hann var fyrstur þeirra fjölmörgu sem héldu að þeir getu vafið Hitler fingur sér en urðu í staðinn ginningarfífl hans. Þetta fræga stjórnlagarof sem átti að leggja Þýskaland undir nasismann hófst árdegis en hádegi, hér er ekki staður til að rekja gang mannkynssögunar, var það á enda kljáð. Hitler flýði en var handtekinn skömmu seinna og þar með virtist hreyfingin hafa loknast út af. Á þessu ári 1923 hurfu hakakrossarnir og stormsveitirnar og nafn Adolfs Hitlers féll í gleymsku að kalla mátti. Enginn hugsaði framar hann sem pólitískt máttarvald. Það var ekki fyrr en eftir nokkur ár að honum skaut upp á nýjan leik og sú óánægjualda sem þá reið yfir landið lyfti honum fljótlega hátt. Verðbólgan, atvinnuleysið, stjórnarkreppurnar og síðast en ekki síst grunnhyggni annarra þjóða höfðu gert þýsku þjóðina hamstóla. Meðal allra stétta í Þýskalandi voru uppi háværar kröfur að reiðu yrði komið á landsmálin, því Þjóðverjum hefur góð regla einlægt verið meira virði en frelsi og réttlæti. Og sá sem hét þjóðinni röð og reglu, jafnvel Goethe kvaðst taka ranglæti fram yfir óreiðu, átti sér strax vísa mörg 100.000 fylgjendur. En við vorum ekki enn farnir að átta okkur á hættunni. Þeir fáu rithöfundar sem höfðu brotist í gegnum bók Hitlers gerðu gys að belgingnum í rithætti hans án þess að fást nokkuð stefnuskrána. Í stað þess að vara menn við hættunni töldu lýðræðissinnuðu stórblöðin kjark í lesendur sína með því að hamra á að hreyfing sem héldi upp jafn gífurlegum áróðri með fjárframlögum stóriðjuhölda og glæfralegri skuldasöfnun var í dæmd til að kollsigla sig áður en langt liði. En erlendis hefur mönnum ef til vill aldrei skilist hver var raunverulega ástæðan fyrir því að Þýskaland vanmat Hitler og vildi sem minnst gera úr vaxandi áhrifum hans öll þessi ár. Í Þýskalandi var ekki einasta glögg stéttaskipting, heldur voru Þjóðverjar einnig haldir blindni ofdrykkun á menntun. Þegar frá eru taldir nokkrir hersöðingjar, þá skipuðu engir hæstu stöður ríkisins nema svokallaðir langskólagengir menn, þó annar staðar hefðu ýmsir hafist úr alþýðustétt til æðstu metorða, svo sem Lloyd George í Englandi, Mussolini og Garibaldi á Ítalíu og Briand í Frakklandi. Meðal Þjóðverja var talið óhugsandi að maður sem hafði ekki lokið námi í unglingaskóla, hvað þá háskólaprófi, hafði átt athvarf að fátækraheimilum og freista gæfunar árum saman með óútskýrðum hætti, gæti svo mikið sem hort upp í þann valdasess sem menn eins og von Stein baron, Bismarck og Bülow fursti höfðu skipað. Þessi menntahroki á meiri sök á því en nokkuð annað að hafa glapið þýsku mentamönnum sín
svo að þeir litu allir á Hitler sem bjórstofupredikara engin alvarleg hætta gæti stafað af, þó hann hefði lengi haft leyniþræði í ýmsar áttir og aflað sér þannig voldugra fulltingismanna. Og jafnvel þegar hann var orðinn ríkiskanslari í janúar 1933 þá leit allir þorri manna á hann sem leikbrúðu, meira að segja þeir sem höfðu lyft honum upp í þennan sess og hugðu valdatöku nasjonalsósíalista stundarfyrirbæri. Þá fyrst kom í ljós að verulegu marki hinn óskamfellna en snjalla stjórnmálatækni Hitlers. Árum saman hafði hann útbýtt loforðum á báða bóga og eignast mikilvæga liðsmenn í öllum flokkum, því allir héldu þeir getu notað kynjakraft þessa óþekkta hermanns sjálfum sér til framdráttar. Þetta var fyrsti sigur sem Hitler vann með þeim aðferðum hann tíðkaði seinna meir í heimspólitíkinni að sverjast í bandalag undir yfirskyni þýskrar einlægni, einmitt við þá sem hann ætlaði að koma á kné og tortíma. Honum hafði tekist að blekkja alla aðila svo rækilega með loforðum sínum að þegar hann kom til valda ríkti fögnuður í andstæðustu herbúðum. Mónarkistarnir í Dorn héldu að hann var í tryggasti merkisberi keisarans og álíka kampakátir voru Wittelsbach keisarasinnarnir í München því þeir töldu hann líka sinn mann. Þýski þjóðernisflokkurinn taldi víst að hann myndi veita sér brautargengi. Leiðtogi þeirra, Hugenberg, hafði samið eitt mikilvægasta sætið í stjórn Hitlers og þóttist því standa fast í stigreipinu, en auðvitað var honum sparkað eftir nokkra vikur þrátt fyrir hátíðleg handsöl. Með tilkomi Hitlers var bolsévíka hræðslunni létt af stóriðjuhöldunum. Nú sáu þeir þann mann á valdastóli sem þeir hafðu styrt á laun með fjárframlögum. Smáborgarinn varp öndinni allshugar fegin. Honum hafði verið heitið því að vaxtaþrælkuninni yrði aflétt. Smákaupmenn minntust loforðana lokun stóru vöruhúsana sem voru hættulegustu keppinautar þeirra. Þetta loforð var aldrei efnt. Og einkum var Hitler hernum mikill aufúsugestur þar sem hann hugsaði á hernaðarvísu og fór hræðilegum orðum friðar sinna. Jafnaðarmönnum var meira að segja ekki eins illa við valdatöku hans og mátt hefði vænta, því þeir vonuðu að hann myndi ganga milli bols og höfuðs á erkifjendum þeirra kommunistum sem voru farnir að þjarma ónótanlega að þeim. Ólíkustu og andstæðustu flokkar litu á hann sem vin sinn, þennan óþekkta hermann sem hafði gefið öllum stéttum, flokkum og stefnum hátíðleg loforð gull og græna skóga. Jafnvel þýsku gyðingarnir ugðu ekki að sér. Þeir gerðu sér í hugarlund að Ministre Jakobín væri ekki neitt Jakobíni lengur. Þeir héldu að maður sem var orðinn ríkiskanslari Þýskalands hlyti að leggja niður þá ósvinnu að ofsækja gyðinga. Og síðast en ekki síst, hvaða ofbeldi gat hann komið fram í ríki þar sem lög og réttur stóðu föstum fótum. Hann hafði þingmeirihlutann á móti sér og sérhver þjóðfélagsborgari taldi sér tryggt frelsi og jafnrétti með eið festri stjórnarskrá. Þá kom ríkis þinghúsbruninn, þingi var leyst upp, Göring gaf óaldarflokkum sínum lausan tauminn og allur réttur í Þýskalandi var lagður í rústir í einu vetfangi. Það sló óhug á menn þegar vitnaðist fangabúðir á friðartímum og að herskálar væri búnir leyniklefum þar sem menn voru ráðnir af dögum án dóms og laga. Fólk sagði sem svo að þessi berserksgangur hlyti að taka skjótan enda. Slíkt gæti ekki viðgengist til lengdar á 20. öld. En þetta var aðeins upphaf annars meira. Umheimurinn lagði við hlustirnar og neitaði í fyrstu að leggja trúnað á þessi fáheyrðu tíðindi. En þessar mundir sá ég fyrstu flóttamennina. Þeir höfðu klöngrast yfir fjöllin hjá Salzburg eða synt yfir landamarafljótið. Þeir horfðu á mann glórsoltnir, ringlaðir og illallir reika. Þessir menn urðu fyrstir til að hefja þann fermtsfulla flótta undan ofbeldinu sem rekin var öll lönd jarðar. En ekki grunaði mig að í litverpum andlitum þessara manna sæi ég fyrirboða mína eigin örlaga og að við ættum eftir að vera valdasíki þessa eina manns að bráð. Þeim manni sem borið hefur fyllsta traust til heimsins í 30 eða 40 ár
er engin hægðarleikur að segja skilið við það að fáeinum vikum. Við stóðum föstum fótum í réttar hugmyndum okkar og héldum að til væri þýsk, evrópsk og alþjóðleg samviska. Við vorum sannfærðir að einhver takmörk væru fyrir því hvað mannkynið léti bjóða sér mikla villimennsku. Af því að sannleikurinn er mér fyrir öllu, þá verði ég að viðurkenna að 1933 og jafnvel 1934 álitum við óhugsandi að 100. eða 1000. hlutin af því sem dundi yfir nokkrum vikum seinna gæti átt sér stað. Náttúrulega lá í augum uppi að við frjálsir og óháðir rithöfundar mættumst gera ráð fyrir nokkrum kárínum, erfiðleikum og fjandskap. Strax eftir ríkisþinghúsbrunan sagði ég við útgefanda minn að nú væru dagar bóka minna send haldir í Þýskalandi. Ég gleymi ekki hvað hann varð agndofa. Hver er þetta svo sem að banna bækur yðar, sagði hann öldungi skrallaralaus. Þetta var 1933. Þér hafið aldrei skrifað öfugt orð í garð Þýskalands og ekkert hlutast til stjórnmál. Af þessu má marka að mánuði eftir valdatöku Hitlers voru slík fyrn sem brennur og steklingar bóka langt handan við skilning víðsýnustu manna, þó þetta yrði hvort tveggja blákaldur veruleiki nokkrum mánuðum seinna. Yfirdrepsskapur nasjonalsósíalismans var svo purkunarlaus að hann forðaðist að láta róttækustu stefnumið sín uppi fyrir en heimurinn var undir þau búinn. Hann beitti þeirri varfærnislegu aðferð að gefa eitt skammt í einu, hafa síðan stutt hlé og bíða átekta, sjá til hvort þetta hefði ekki verið fullkrassandi, hvort samvisku heimsins væri nú ekki ofgert. Og þar sem Evrópulöndin lögðu sig fram til skaða og skammar fyrir siðmenninguna að láta sem ekkert væri af því að ofbeldisverkin voru framin handan við landamærin, þá urðu inntökurnar æsterkari uns þær riðu gervallri Evrópu að fullu. Með engu sannaði Hitler betur kensku sína en þessari aðferð að þreifa fyrst ofurvarlega fyrir sér og færa sig síðan upp á skaftið eftir því sem Evrópu hnignaði siðferðilega og hernaðarlega. Sömu aðferð beitti hann til að koma fyrir kattarnef öllum málfrelsi og sérhverju sjálfstæðu ritverki í Þýskalandi, þó þetta væri áformað fyrir langa löngu. Ekki voru sett nándar næri strax nein lög sem bönnuðu bækur okkar beinlínis. Þau komu ekki fyrir en 2 árum seinna, en í staðinn var gerð smá könnun á því hversu langt væri óhætt að ganga. Fyrsta árásin á bækur okkar var falin aðila sem ekki var opinberlega ábyrgur, nefnilega þjóðernissinnuðum stúdentum. Á sama hátt og sett var á svið þjóðarreiði til að koma í kring löngu fyrirhuguðu viðskiptabanni gegn gyðingum, þannig var stúdentum gefið leynilegt markord hvenær þeir skildu láta opinberlega til skarar skríða gegn bókum okkar. Og þýsku stúdentarnir sem gripu fegins hendi hvert tækifæri til að láta afturhaldssemi sína í ljós, komu saman í háskólunum, sóttu eintök af bókum okkar í búðirnar og héldu með ránsfeng sinn út á eitthvert torgið undir blaktandi fánum. Þar voru bækurnar neldar á steglur að gömlum þýskum sið, því nú voru aðferðir miðaldanna hafnar til vegs á ný. Sjálfur á ég naglarekið eintak sem vinveittur stúdent kom undan og gaf mér. Stundum var þeim varpað á stóra kesti og brenndar til ösku, því miður var ekki leyft að brenna fólk á báli. En meðan þessu fór fram voru mælt fram þjóðernis vígorð. Þó Goebbels útbreiðslumálaráðherra hefði ákveðið eftir miklar vangaveltur að leggja blessun sína yfir bókabrennurnar, þá voru þær aldrei nema hálf opinberar og ekkert sýndi betur hvað þýska þjóðin lét þetta lítið til sín taka en að þessar bókabrennur og fordæmingar stúdentanna skildu ekkert á almenning bíta. Þó bóksalar væru varaðir við að hafa bækur okkar til sýnis og dagblöðin steinþegðu þær, þá létu lesendur það ekkert á sig fá. Árin 1933 og 1934, meðan ekki varðaði tukthús eða fangabúðavist að hafa bækur mínar á boðstólum, seldust þær næstum eins mikið og áður, þrátt fyrir allar ofsóknirnar. Þegar tilskipunin mikla til verndar þýsku þjóðinni var staðfest sem lög, lýstu prentun, sölu og dreifingu bóka okkar glæp gegn ríkinu, þá tóks loksins að slíta okkur úr tengslum við þær þúsundir og milljónir þýskra lesenda
sem vildu halda við okkur tryggð, og enn í dag taka þeir okkur fram yfir höfunda þá sem geipa nú mest blóð og mold. Mér hefur fundist meiri heiður að því en hneisa að bíða sömu örlög í Þýskalandi og ýmsir mætustu menn samtíðarinnar, svo sem Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, Freud, Einstein og margir aðrir sem ég tel miklum mun ágætari af verkum sínum en sjálfan mig. En ég hef svo mikla óbeit á öllu píslarvættistali að ég vil ógjarna minnast á hlutdeild mína í þessum örlögum. Þó vildi svo einkennilega til að það átti einmitt fyrir mér að liggja að koma nasjonalsósíalistum og Adolf Hitler sjálfum í dálitla klípu. Mér einum allra utangarðs rithöfunda auðnaðist að koma á stað ógurlegu uppnámi og endalausi ráðslægi meðal hinu háu herra í skrauthísinu í Berchtesgaden. Þegar ég rifja það upp sem hefur glatt mig dagana, get ég minnst þess með hógværi ánægju að hafa orðið til að skapurina Adolf Hitler, voldugasta manni nútímans. Á fyrstu dögum nýja stjórnarfarsins hafði ég óafvitandi orðið valdur að nokkurs konar uppþótti. Þessar mundir gekk í Þýskalandi kvikmynd sem var gerð eftir smásögu minni, Brennandi lindarmál, og bar sama nafn. Enginn hafði neitt við það að athuga. En daginn eftir ríkisþingúsbrunan sem nasjonalsósíalistar reyndu árangurslaust að koma yfir á kommunista, bar svo við að fólk fór að þyrpast saman fyrir framan kvikmyndaauglýsingarnar, menn stungu saman nefjum og hniftu hver í annan flissandi. Gestapómönnum skildist brátt hvers vegna fólk hló að heiti myndarinnar. Strax kvöldið kom lögreglan á vettvang á bifhjólum, sýningar á myndinni voru bannaðar og daginn eftir sást bókarheitið Brennandi lindarmál hvergi nokkur staðar í blaða né veggauglýsingum. Þeim var náttúrulega engin vandi á höndum að banna nafn sem þeim var illa við eða jafnvel brenna og eyðileggja bækur okkar eins og þar lögðu sig. En í eitt skipti vildi aftur á móti svo til að þeir gátu ekki náð sér niðri á mér án þess að skaða mann sem var þeim einmitt ómissandi á þessum tímamótum ef þeir áttu ekki að setja ofan í augum heimsins. Sá maður var Richard Strauss, mesti og frægasti tónsnillingur þýskur sem þá var uppi. Við höfðum unnið saman að óperu sem þá var fullgerð. Þetta var í fyrsta sinn sem við Richard Strauss unnum saman. Frá því hann samdi Elektru og Rósarriddarann hafði Hugo von Hofmannsthal ort fyrir hann alla óperuteksta. Eftir lát Hofmannsthals lét hann útgefanda minn flytja mér þau skilaboð að hann hefði hug á að byrja á nýju verki og spurði hvort ég væri fáanlegur til að yrkja fyrir sig óperuteksta. Mér var ljóst hvílíkur heiður var að slíkri málaleitun. Síðan Max Reger gerði lög við fyrstu kvæði mín hafði ég lifað og hrært í tónlist og meðal tónlistarmanna. Busoni, Toscanini, Bruno Walter og Alban Berg voru nánir vinir mínir. En ég vissi engan skapandi tónlistarmann á vorum tímum sem ég hefði verið fúsari til þjónustu við en Richard Strauss, sem var síðasti kvistur á hinum mikla meiði þýskra öndvegisskálda sem óx úr grasi með Händel og Bach, tekur yfir Beethoven og Brahms og tegir greinar sínar allt fram á vora daga. Ég lýsti mig strax reiðubúin til samstarfsins og þegar við fundum okkar Strauss-bar fyrst saman, stakk ég upp á að við sæktum efni óperunar í The Silent Woman eftir Ben Jonson. Það var mér óvænt ánægja hversu greiðlega hann félst á tillögur mínar og gerði sér glögga grein fyrir þeim. Ég hafði ekki gert ráð fyrir að hann hefði jafn bráð skarpan skilning á list og undraverða þekkingu á leikmennt og raunbar vitni. Óðar en efnið var rakið fyrir hann, kom hann á það leikrænu sniði og hnikaði því til eftir sínu hæfi, því það var tæplega einleikið hvað hann var glöggur á takmarkanir sínar. Ég hef kynnst mörgum miklum listamönnum en engum sem gat lagt jafn óskeikult og hlutlægt mat á sjálfan sig. Þannig sagði Strauss mér undir eins í fullri hreinskilni að hann vissi ofur vel að 70 tónlistarmaður væri ekki lengur í fullu fjöri hvað andagift snerti. Sinfonísk verk á borðið Till Eulenspiegel og Tod und Verklärung væru tæplega lengur sitt meðfæri því að hrein tónlist útheimti óbugaðan þrótt og sköpunargleði. En einlægt hvað hann skáldskapin frjóvga anda sinn.
Ef hann hefði fyrir sér fullmótaða efnis uppistöðu, yrði sér engin skotaskuld úr að túlka hana á leikrannan hátt, því að orð og atvik fættu ósjálfrátt af sér tónhugmyndir og þess vegna hefði hann seinni árin helgað sig óperutónsmíðum. Honum var að vísu ljóst að sem listform hafði óperan lifað sitt fegursta. Wagner væri þar svo foldgnár tindur að hann yrði ekki yfirstiginn. Síðan sagði hann með gleiðu bæjersku brosi, en ég leysti vandann með því að ganga á snið við hann. Eftir að við vorum orðnir ásáttir alla megindrætti setti hann mér nokkrar einfaldar reglur. Hann vildi láta mig hafa óbundnar hendur því hann kvaðst aldrei hrífast af tilsniðnum óperutextum að hætti Verdís, heldur aðeins af skáldverkum. Þó væri sér kærkomið ef ég gæti skotið inn margbrotnum háttum hér og hvar til að gefa flúrsöng færi á að njóta sín. Mér þetta aldrei í hug langar laglínur eins og Mozart. Ég einskorðaður við stuttustefin. Aftur á móti kann ég að snúa slíku stefi á alla vegu, umrita það og laða fram allt sem í því býr. Ég held að enginn sem nú uppi leiki það eftir mér. Enn furðaði mig á þessari hreinskilni því sannleikurinn sá að hjá Strauss vandfundin laglína sem lengri en nokkri taktar. En í staðinn eru þessir fáu taktar eins og til dæmis í Rósarittaravalsinum hafnir í hærra veldi og opnir uns fullkomnun náð. Hvenær sem fundum okkar bar saman eftir þetta fylltist ég nýrri aðdáun á öryggi og hlutlægni þessa gamla meistara gagnvart verkum sínum. Eitt sinn sátum við 2 einir lokaða æfingu á óperunni Helena frá Egyptalandi í hátíðarleikhúsinu í Salzburg. Ekki voru fleiri viðstaddir og niðamyrkur í salnum. Hann var að hlusta. Allt í einu varð hann ókyrr og fór að drepa fingrum á stólbrúðuna. Svo hvíslaði hann að mér, þetta er slæmt, hreint afleitt. Þarna hefur andinn ekki verið yfir mér. Og enn eftir litla stund, ef ég geti nú strikað þetta út, herra minn trúr hvað þetta getur verið innantómt og langdregið, allt og langdregið. Og aftur nokkru seinna, sjáum til, þarna var gott. Hann lagði eins hlutlaust og óvilhalt mat á sín eigin verk og hann væri að hlusta á þessa tónlist í fyrsta sinn og hún væri samin af blá ókunnugu tónskáldi. Honum brást aldrei þetta furðulega skyn á verðleika sína. Hann þekkti mátt sinn og megin upp á hár. Honum lá í léttu rúmi allur mannjöfnuður við aðra og eins hitt hvers hann var metinn af öðrum. Vinnan var hans gleðigjafi. Vinnubrögð Strauss eru býsna girnileg til fróðleiks. Þar eru engin skuggavöld að verki, engin listræn hugljómun, þaðan af síður hugarvíl og örvænting eins og ævisögur Beethovens og Wagners greina frá. Strauss vinnur hlutlægt og kalt, hann gengur æðrulaust og reglubundi til verks eins og Johann Sebastian Bach og aðrir þjóðhagar listarinnar. Klukkan 9 að morgni sest hann við skrifborðið og tekur nákvæmlega til þar sem hann hætti daginn áður og skrifar alltaf drögin með blýanti en píanópartitúrin með bleki, vinnur síðan hvíldarlaust til klukkan 12 eða 1. Eftir hádegið spilar hann skatt, þýskt spil, gengur frá 2 til 3 síðum í raddskráni og stjórnar eftir vill óperu í leikhúsinu að kvöldi. Taugaóstyrk veit hann ekki af, listgreind hans jafn vökul og skýr nótt sem 19 dag. Þegar þjónninn ber að dyrum til að færa honum kjólinn sem hann stjórnar í, stendur hann upp frá verki sínu, ekur í leikhúsið og stjórnar hljómsveitinni eins öruggur og rólegur og þegar hann situr við spil upp úr hádeginu. Og andinn kemur yfir hann næsta morgun þar sem frá var horfið. Strauss segir hugmyndum sínum fyrir verkum, svo vitna sé í orð Goethes. Fyrir honum listin í því fólgin að kunna og kunna allt. Sjálfur hefur hann komið snittilega að orði þetta. Sá sem vill verða raunverulegur tónsnillingur verður að geta samið matseðil í tónum. Örðugleikar vaksa honum ekki í augum, þeir verða formsnilli hans fremur að gaman efni. Ég minnist glettnisklampans í litlum bláum augum hans þegar hann sagði hlakkandi við mig eitt kaflan, þarna hef ég komið söngkonunni í hann krappan. Fjári held ég hún verði að spreita sig áður en hún gerir þessu full skil. Einstaka sinnum þegar svona glampi kom í augun á honum fann maður
að smá drísill leyndist einhvers staðar djúpt í eðli þessa stórmerka manns sem gerir mann ögn tortrygginn fyrst í stað fyrir það hvað hann vinnur líkt og traustur handverksmaður, nákvæmt og skipulega og að þér virðist geðhrifalaust. Á sama hátt virðist hann við fyrstu sýn fremur hversdagslega farinn í andliti, kringluleitur eins og barn með nokkuð bratt enni. En sé hort í augu hans sem eru björt, blá og frán, skynjar maður strax einhvern kyngikraft bak við borgarlega ásýnd hans. Mér er nær að halda að ég hafi aldrei séð eins vökul augu í tónlistamanni. Þau eru græskulaus en einkennilega skyggn. Það eru augu manns sem kann alger skil á viðfangsefni sínu. Þegar ég kom til Salzburg eftir þennan uppörvandi fund okkar tók ég til óspilltra málanna. Mér lék hugur á að vita hverjar undirtektir kveðskapur minn fengi hjá honum og sendi honum fyrsta þátt eftir hálfan mánuð. Hann sendi mér bréfspjald hæl með tilvitnun í meistarasöngvarana Der erste Bar gelang. Fyrsta erindið tókst vel. Eftir annan þátt sendi hann mér enn innirlegri kveðju upphafstaktana úr ljóðsöng sínum Ach, dass ich dich gefunden, du liebes Kind. Ó, að ég skildi finna þig, sonur sæll. Og þessi gleði hans og jafnvel hrifning gerði mér framhald verksins yfirtak ánægulegt. Richard Strauss vék ekki við einni línu í texta mínum en bað mig í eitt skipti að skjóta inn 3 eða 4 línum vegna mótrattar. Þannig tókust með okkur hinn mestu alúðar kynni, hann kom að finna okkur og ég heimsótti hann til Garmisch og þar lék hann smám saman fyrir mig allt uppkast óperunar á píanóið með sínum löngu grönnu fingrum. Og án þess að við gerðum nokkra samninga eða skuldbyttingar var undirskilið okkar í milli að ég legði drög að annari óperu þegar þessari væri lokið og hafði hann samþykkt athugasemdalaust alla uppistöðu hennar. Í janúar, þegar Hitler komst til valda, var ópera okkar, Þögla konan, mestöll frá gengin fyrir píanó og búið að útsetja fyrsta þátt fyrir hljómsveit. Nokkrum vikum seinna var útgefið það þið stranga bann þar sem þýskum leikhúsum var fyrirboðið að sýna verk eftir aðra en aría og tók það til allra verka sem gyðingar áttu einhverja hlutdeild í. Þetta bann var meira að segja látið bitna á þeim sem dauðir voru, til dæmis var stytta Mendelssohns sem stóð fyrir framan Gewandhaus í Leipzig tekin burt, öllum tónlistarunundum heims til sárrar hneykslunar. Með banni þessu taldi ég útséð örlög óperunar. Ég þóttist vissum að Richard Strauss léti staðar numið í verkinu við svo búið og fitjaði upp á nýju með aðstóð einhvers annars. En því fór fjarri, nú skrifaði hann mér hvert bréfið af öðru til að inna mig eftir hvað mér hefði dottið í hug og sagði að ég skildi fara að vinna að næstu óperu sinni þar sem hann væri nú að ganga frá útsetningunni. Hann kvaðst ekki láta neitt banna sér að hafa samvinnu við mig og ég verð að játa að í öllu þessu reyndist hann mér tryggasti drengur og stóð við það meðan stætt var. Reyndar gerði hann þessar mundir ráðstafanir sem hugnaðist miður að. Hann fór að umgangast valdhafana, gekk oft og einatt á fund Hitlers, Görings og Goebbels og lét útnefna sig forseta nasistíska tónlistarráðsins meðan jafnvel Furtwängler var í yfirlýstri andstöðu. Þessi opinbera þáttaka Strauss var nasjonalsósíalistum afar mikils virði eins og sakir stóðu. Þeim gramdist að ekki all eina bestu rithöfundarnir heldur einnig merkustu tónlistamennirnir höfðu snúið við þeim baki og hinnir fáu áhangendur þeirra voru lítt kunnir menn. Í þessum beiglum var meira en lítill fengur fyrir Goebbels og Hitler að fá frægasta tónsnilling Þýskalands sem skraut fjöður í hatt sinn. Hitler hlóð á hann mannvirðingum en það sagði Strauss mér að á flækingsárum sínum í Vín hafi Hitler önglað saman peningum með ærinni fyrirhöfn til að geta komist til Graz og verið viðstaddur frumsýninguna á Salome. Í öllum kvöldveislum í Berchtesgaden voru, þar sem Wagner sleppti, nær eingöngu flutt sönglög eftir Strauss. Af hálfu Strauss var miklu ákveðnari tilgangur með samvinnunni. Hann viðurkenndi alltaf hreinskilnislega listamannseigingirni sína og lét allt stjórnarfar lönd og leið. Hann hafði verið í þjónustu Þýskalandskeisara sem hljómsveitarstjóri og sett út hergöngulög fyrir hann. Þínast varð hann hirð hljómsveitarstjóri Austurríkiskeisara í Vín
og hafði verið persona gratissima bæði í þýska og austuríska lýðveldinu. Honum var brýnt hagsmunamál að vingast við nasjonalsósíalista því frá þeirra sjónarmiði hafði hann alls ekki hreinan skjöld. Sonur hans hafði gengið að eiga gyðingastúlku og hann var því engan veginn ugglaus að barnabörnunum sem voru augasteinar hans yrði vísað úr skóla sem hverju öðru afhraki. Nýja óperan galt nafns míns og hinar fyrri óperu hans guldu Hugos von Hofmannsthal sem var ekki hreinn aríi og útgefandi hans var gyðingur. Þeim mun meira fannst honum við liggja að eignast öruggan bakhjarl enda vann hann að því alveg markvíst. Hann stjórnaði hljómsveitum hvar sem hinum nýju herrum þóknaðist, hann samdi tónlist við hátíðaljóð Ólympíuleikana og skrifaði mér samtímis þau áform af lítilli hrifningu í ískeikilega berorðum brefum. Af heilagri sýngirni listamannsins bar hann aðeins eitt fyrir brjósti að verk hans mættu lifa og að honum mætti auðnast að sjá nýju óperuna á leiksviði því að hún var honum einkar hugfólkin. Eins og nærri má geta stofnuðu þess konar tilslakanir við nasjonalsósíalismann mér í hina verstu klípu. Þetta gaf mönnum auðveldlega tilefni til að halda að ég væri leynilegur samstarfsmaður og léti gott heita að ég væri einn undanþeginn hinu smánarlega banni. Vinir mínir hvaðan æfa lögðu fast að mér að bera fram opinber andmæli gegn því að verk mín yrðu flutt í Þýskalandi nasista. En í fyrsta lagi hef ég af grundvallar ástæðum haft megnustu óbeit á öllum opinberum og innfjálgum yfirlýsingum og í öðru lagi var ég tregur til að leggja stein í götu snillings á borð við Strauss. Strauss var mesta tónskáld í lifanda tölu, orðinn 70 að aldri, hafði varið 3 árum til þessa verks og allan þann tíma verið vinsamlegur í minn garð, sýnt háttvísi og meira segja hugrekki. Þess vegna álít ég fyrir mitt leyti réttast að bíða þegjandi þess sem verða vildi. Þar að auki vissi ég að á engan annan hátt yrði ég hinum nýju útvörðum þýskrar menningar óþægilegri viðfangs en einmitt með því að hafast ekki að. Nasjonalsósíalíska rithöfundaráðið og útbreiðslumálaráðuneytið voru nefnilega að svipast eftir átillu til að geta fóðrað nógu vel bann sem beint var gegn mesta tónsnillingi Þýskalands. Til að mynda var óperutextinn heimtaður til yfirlestrar af ótal skrifstofum og persónum sem ólu með sér dulda von að finna þar einhverja átillu. Það hefði sannarlega komið sér vel ef þögla konan hefði haft inni að halda atriði eins og kemur fyrir í Rósariddaranum ungur maður sést koma út úr svefnhúsi giftrar konu. Þá hefði mátt bera í vænginn að vernda þyrfti þýskt siðferði. En til sárra vonbrigða fyrir þá hafði bók mín ekkert ósiðlegt inni að halda. Síðan var leitað með logandi ljósi í öllum hugsalegum spjaldskrám og eins í fyrri bókum mínum, en þar varð ekki heldur fundið að ég hefði nokkru sinni sagt hnjóðsyrði Þýskaland, fremur en nokkurt annað land jarðar, né hlutast til stjórnmál. Hvað sem þeir tækju til bragðs hlaut að koma niður á þeim sjálfum, hvort heldur þeir létu allan heiminn horfa upp á það að þeir brygðu fæti fyrir hinn aldna meistara sem þeir höfðu sjálfir gert að merkisbera nasjonalsósíalískra tónlistar og meinuðu honum að láta setja óperu sína á svið, ellegar þeir létu þá þjóðarskömm henda að nafn Stefans Zweigs yrði enn sem oftar látið flekka þýskar leikskrár þar sem Richard Strauss gerði skýlausa kröfu til að hans yrði getið sem textahöfundar. Það hlakkaði í mér yfir áhyggjum þeirra og kveljandi heilabrotum. Mig grunaði að enda þótt ég lagði ekkert til mála og kannski beint vegna þess að ég lagði hvorki með né móti, þá mundi þessi gamansöngleikur minn enda sem flokkspólitískur góuvæll. Flokkurinn dró allar ákvarðanir á langinn eins og und var. En í ársbyrjun 1934 urðu þeir að útkljá hvort þeir tækju afstöðu gegn sinni eigin löggjöf ellegar mesta tónsnillingi samtíðarinnar. Því varð ekki lengur slegið á frest. Búið var að prenta partitúr, píanóútrætti og texta, hirðleikhúsið í Dresden hafði pantað búninga, búið var að skipa í hlutverkin og jafnvel farið að æfa, en enn stóð á því að hinn ýmsu dómstig, Göring, Goebbels,
rithöfundaráðið, menningarráðið, menntamálaráðuneytið og strækjarfylkingin yrðu á eitt sátt. Þó allt þetta virðist hinn mesti skrípaleikur, þá varð uppistandið út af þöglu konunni smám saman hið alvarlegasta ríkismálefni. Engin framangreindra aðila þorði að taka á sig þá ábyrgð að kveða upp úr með lausnarorðin leyft eða bannað. Þá var ekki annað til ráða en áfrýja málinu til æðsta leiðtoga Þýskalands og flokksins Adolfs Hitlers. Bókum mínum hafði áður fyrr verið sá mikli sómi sýndur að vera lesnar mikið meðal nasjonalsósíalista, einkum hafðu þeir þau lesið og rætt Fouché sem var þeim fyrirmynd pólitísk purkunarleysi. En sannarlega hafði ég ekki búist við því að ómaka þá Goebbels og Göring og síðan sjálfan Hitler með því að láta þá lesa eftir mig í embættisnafni 3 þátta óperuhandrit í ljóðum. Þeim veittist ekki létt að kveða upp úrskurðinn. Ég frétti seinna eftir ýmsum krókaleiðum að ekki hefði gengið á öðru en fundum og ráðstefnum. Að lokum var Richard Strauss stemt á fund hinna alvöldu leiðtoga og Hitler tjáði honum persónulega að honum yrði veitt undanþága og sýningar leyfðar, enda þótt að bryti í bága við lög hins nýja þýska ríkis. Vafalaust var þessi ákvörðun tekin af sömu óheilundum og nauðung og þegar sáttmálinn var gerður við Stalin og Molotov. Svo rann upp sá dimmi dagur fyrir hið nasjonalsósíalíska Þýskaland að sýnd var ein óperan enn þar sem nafn utangarðsmannsins Stefans Zweigs trónaði á öllum auglýsingaspjöldum. Eins og nærri má geta var ég ekki viðstaddur sýninguna þar sem ég vissi að áhorfundasalurinn yrði þéttskipaður brúnstökkum. Það var jafnvel búist við Hitler sjálfum á einhverja af sýningunum. Óperunni var forkunarvel tekið og ég verð að segja það gagnrýnendum til verðugshrós að 9 af hverjum 10 notuðu fegnir þetta tækifæri til að láta óbeint í ljós andstöðu sína gegn kynþáttakenningunum með því að fara hinum hlýlegustu viðurkenningar orðum óperutexta minn. Öll helstu leikhús í Berlín, Hamburg, Frankfurt og München kunngerðu strax að þau myndu sína óperuna á næsta leikári. En eftir aðra sýningu kom þruma úr lofti. Öllu var riftað og óperan bönnuð í Dresden og gervöldu Þýskalandi. Og ekki nóg með það, menn lásu forviða í blöðum að Richard Strauss hefði beðist lausnar sem forseti tónlistarráðsins. Ég vissi að eitthvað sérstakt hlaut að hafa komið fyrir. Nokkur tími leið samt áður en ég komst að raunum allan sannleikan. Strauss hefði skrifað mér aftur og lagt fast að mér að byrja á texta nýju óperunar og vék síðan að afstöðu sinni af allt of mikilli bersögli. Þetta bréf komst í hendur Gestapo. Það var lagt fyrir Strauss og var þann að senda lausnarbeðni þegar í stað en óperan var bönnuð. Á þýsku hefur hún aðeins verið leikin í Sviss og Prag, seinna var hún flutt á ítölsku í Scala-óperunni í Milano með sérstöku leyfi Mussolinis sem var þá ekki enn farin að þjóna undir kynþáttakenningar Hitlers. En þýska þjóðin hefur aldrei síðan mátt heyra aukatekinn tón úr þessari óperu síns gamla meistara þó hún sé á köflum hrífandi verk. Meðan allt þetta gekk á var ég erlendis því ég fann að ókyrrðin í Austurríki spillti fyrir mér vinnufriði. Húsið mitt í Salzburg var svo nálægt landamærunum að ég gat með berum augum séð Berchtesgadenfjall þar sem hús Hitlers stóð og var það síður en svo hugnanlegt eða fróandi nábýli. Vegna nágrennis við þýsku landamærin var ég dómbærari á það en vinir mínir í Vín hver hætta Austurríki var búin. Þar álitu bæði kaffihúsaspekingar og jafnvel mennirnir í ráðuneytunum að nasjonalsósíalisminn væri málefni þeirra fyrir handan og gæti ekki varðað Austurríki hið minnsta. Voru jafnaðarmenn kannski ekki þaul skipulagðir og höfðu fyllt sig nærri helmingi þjóðurinnar? Var ekki kristilegi flokkurinn í harðsnúnu bandalagi við þá? Síðan hinir þýsk-kristnu fylgjendur Hitlers voru farnir að ofsækja kristindóminn lint og ljóst og höfðu kallað foringjan meiri en Krist, orðrétt eftir haft. Héldu ekki Frakkar, Bretar og þjóðabandalagið lífiskildi yfir Austurríki? Hafði ekki Mussolini tekist á hendur vernd Austurríkis og meira að segja ábyrgt sjálfstæði þess? Jafnvel gyðingarnir voru öldungis áhyggjulausir
og höguðu sér eins og það væri í Kína en ekki í þýskumælandi grannhéraði sem verið var að svipta réttindum lækna, lögmenn, fræðimenn og leikara af þeirra kynstofni. Þeir sátu í makindum heima hjá sér og óku í bílunum sínum eins og ekkert væri. Allir höfðu þeir svar á reiðum höndum: þetta getur ekki staðið lengi. Aftur á móti rifjaðist upp fyrir mér samtal sem ég átti við fyrrverandi útgefandamenn í Leningrad í skyndiferð minni til Rússlands. Hann var búinn að segja mér hvað hann hefði fyrrum verið ríkur og átt falleg málverk, en ég spurði hann hvers vegna hann hefði ekki farið úr landi að dæmi svo margra annara þegar byltingin skall á. Hann svaraði: hver hefði trúað því að svona ráðstjórnar og hermannalýðveldi stæði lengur en halva mánuð? Þetta var sjálfsblekkingin sem okkur svo tamt að grípa til þegar hugum okkar hætt að búin. Í Salzburg, sem var rétt við landamærin, lá allt ljósara fyrir. Nú linnti ekki mannaferðum yfir ársbrænuna á landamærunum, ungir piltar laumuðust yfir á nóttunni til heræfinga, áróðusmennirnir komu yfir landamærin í bílum eða með fjallgönguprik eins og óbrotnir skemmtiferðalangar og skipulögðu sellur meðal allra stétta. Þeir fóru að halda upp í áróðri og höfðu jafnframt í hótunum að hver sem ekki snerist til fylgis í tíma yrði að súpa seyðið af því síðar. Þetta skaut lögreglu og embættismönnum skelk í bringu. Ég gat markað af öryggisleysinu í framkomu fólks hvernig það fór smám saman að kvika. Einlagt eru það smá atvik daglegs lífs sem færa manni sanninn heim. Ég átti æskuvin í Salzburg, allþekktan rithöfund sem ég hafði verið í nánu vinfengi við í 30 ár. Við þúuðumst, höfðum tilengað hvor öðrum bækur og fundumst vikulega. Dag nokkurn sá ég þennan fornvin minn á götu í fylgd með ókunnumanni og tók eftir því að hann staðnæmdist undir eins við ómerkilegan sýningarglugga og fór að benda fylgdarmanninum á eitthvað, óeðlilega áfjáður, en sneri við mér baki. Skrítið, hugsaði ég, hann hlýtur þó að hafa komið auga á mig. Reyndar gat þetta verið tilviljun. Næsta dag hringdi hann til mín allt í einu og spurði hvort hann mætti koma og spjalla við mig eftir hádegið. Ég játti því en var dálítið undrandi því annars vorum við alltaf vanir að hittast á kaffihúsi. Það kom í ljós að hann átti ekkert sérstakt vantalað við mig þrátt fyrir þessa skyndiheimsókn. Ég sá strax hvernig í öllu lá. Annars vegar vildi hann halda við mig vinfengi en hins vegar ekki flíka kunningsskap okkar frammi fyrir þessum smábæ til að verða ekki vændur gyðingavináttu. Eftir þetta var ég á varðbergi. Ég tók bráðlega eftir því að í seinni tíð höfðu nokkri kunningjar sem áður voru tíðir gestir ekki látið sjá sig. Ástandið var ísjárvert. Ég var þá ekki farin að hugsa til þess að flytja alfari úr Salzburg en mér var auðveldara en ella að ákveða að dveljast erlendis vetrarlangt til að komast hjá þessum leiðindum. En ekki grunaði mig að það væri nokkuð skonar kveðjustund ég fór burt af hinu fallega heimili mínu í október 1933. Ég hafði áformað að dveljast í Frakklandi í janúar og febrúar og vinna þar. Ég unni þessu fagra menningarlandi eins og það væri annað heimkynni mitt og mér fannst ég ekki vera útlendingur þar. Valéry, Romain Rolland, Jules Romain, André Gide, Roger Martin Dugard, Duhamel, Vildrac, Jean-Richard Bloch, allir fremstu rithöfundunir voru aldavinir mínir. Lesendahópur minn þar var nærri eins fjölmennur og í Þýskalandi og enginn leita á mig sem erlendan höfund né útlending. Ég hafði miklan mætur á landi og þjóð, unni í Parísarborg og undi mér svo vel þar að í hvert skipti sem lestin rann inn á Gare du Nord hafði ég þó tilfinningu að ég væri að koma tilbaka. En af þeim ástæðum sem að framan getur hafði ég í þetta sinn lagt fyrr af stað en endranær og ætlaði ekki til Parísar fyrr en eftir jól. Hvað átti ég af mér að gera á meðan? Þá mundi ég að til Englands hafði ég ekki komið síðan á stúdentsárum mínum fyrir meir en aldarfjórðungi. Hvers vegna alltaf París, sagði ég við sjálfa mig. Hví ekki bregða vana sínum, dveljast viku eða hálfan mánuð í Lundunum, skoða söfnin öðrum augum eftir öll þessi ár og virða fyrir sér landið og borgina.
Það varð úr að í staðinn fyrir Parísarhræðlistina tók ég hina sem fór til Calais. Á Viktoríustöðinni steig ég út í hina nafntókuðu nóvemberþoku, þessa svölu, voðfelldu grámollu sem ennþá var sömið sig. Ég var ekki farin að sjá neitt af borginni, en þó 30 ár væri umliðin var kunnulegt í vitum mínum þetta ramma, þykka loft sem sveipaði mann sínum raka hjúpi. Ég var létt hlaðin farangri og batt litlar vonir við ferðina. Vináttusambönd átti ég nær engin í London og bókmenntalega höfðum við meginlandsrithöfundar nauðalítið saman að sælda við þá bresku. Þeir lifðu og störfuðu út af fyrir sig í sínum eigin bókmenntaheimi sem okkur var ekki með öllu tilkvæmur. Meðal allra þeirra bóka sem söfnuðust fyrir á skrifborði mínu hvaðan æfa að úr heiminum minnist ég ekki að hafa rekist á neina sem ég hafi fengið að gjöf frá breskum skáldbróður. Shaw hitti ég eitt sinn í Hellerá, Wells kom einu sinni heim til mín, hann var staddur í Salzburg, hins vegar höfðu allar bækur mínar verið þýddar á ensku en voru lítt þekktar. England var jafnan það land þar sem þær áttu einna minnstu gengi að fagna. Ég var í persónulegu vinfengi við útgefendur mína í Ameríku, Frakklandi, Ítalíu og Rússlandi en hafði aldrei hitt nokkurt mann frá fyrirtæki því sem gaf út bækur mínar í Bretlandi. Ég var þess vegna við því búinn að vera jafn ókunnugur og fyrir 30 árum. En það fór á annan veg. Að fáum dögum liðnum var ég farin að kunna með afbrigðum vel við mig í Lundúnum. Ekki svo að skilja að Lundúnaborg hefði breyst að neinu ráði, en ég hafði sjálfur breyst. Ég var orðinn 30 árum eldri og eftir allt hið andlega álag styrjaldar og eftirstríðsárana þráði ég að lifa kyrlátu lífi og vera laus við stjórnmálaþras. Náttúrulega voru líka stjórnmálaflokkar í Englandi, íhaldsmenn, frjálslyndir og verkamannaflokkur, en kappræður þeirra komu mér ekki við. Í bókmenntum voru hér vafalaust upp í flokkadrættir, straumar og stefnur, ágreiningur og öfundarmál, en hér stóð ég utan við allt þetta. Heilnæmt var að finna nú að nýju leika sig andblæ hófsemdar og prúðmennsku, lausan við æsingar og hatur. Ekkert hafði gert mér lífið eins meini blandið á seinni árum og vitundin sífellt hatur og taugastríð kringum mig í landinu og borginni og að þurfa einlægt að verjast því að vera dregin inn í þjarkið. Hér var fólk ekki líkt við eins ruglað í rýminu. Hér var ráðvendni og velsæmi í opinberu lífi á hærra stigi en í löndum okkar sem voru orðin siðspilt vegna sjónkverfinga verðbólgunar. Menn lifðu friðsælla lífi, voru ánægðari og hafðu meiri áhuga á görðum sínum og tómstundasýsli en á því hvað granninn hafði stað. Hér var hægt að draga andan, hugsa og íhuga sitt hvað. En það sem dvaldi mig í raun og veru var nýtt viðfangsefni. Þetta vildi til sem ég segir. Marie Antoinette var alveg nýkomin út og ég var að lesa prófarkir að bók minni Erasmus, en þar reyndi ég að ná andlegu svipmóti humanistans sem skildi glöp samtímans betur en siðbótarmennir sjálfir, en bara ekki gæfu til að berjast gegn þeim þrátt fyrir alla sína vitsmunni. Eftir að ég lauk við þessa dulbúnu sjálfslýsingu var ætlun mín að skrifa skáldsögu sem ég hafði lengi haft í huga. Ég var búinn að fá meira en nóg af ævisögum, en þriðja daginn vildi svo til að vegna gamallar handrita ástríðu minnar var ég staddur í British Museum að skoða gripi þá sem voru til sýnis fyrir almenning. Þar á meðal var þarna í handriti lýsing á aftöku Maríu Stuart. Ósjálfrátt var mér spurn, hver var eiginlega sannleikurinn Maríu Stuart? Var hún í rauninni riðin við morðið á seinnimanni sínum eða var hún saklaus? Þar sem ég hafði ekkert að lesa kvöldið keypti ég bók hana. Það var lofrolla sem bar af henni blak eins og hún væri dýrlingur, tilþrifalaus bók og kjánaleg. Forvitni mín var óslökkvandi svo ég fekk mér aðra daginn eftir sem hélt fram nokkurn veginn gagnstæðu sjónarmiði. Nú fór áhugi minn að vakna á þessu efni. Ég spurði nú eftir bók sem ætti reiða sig á. Enginn gat bent mér á neina slíka og þar sem ég hélt áfram leit og eftirgrennslan fór ég ósjálfrátt að bera sjónarmiðin saman og áður en mig varði var ég byrjaður að skrifa bók Maríu Stuart og vann að því í bókasafnunum vikum saman.
Þegar ég hvarf heim til Austurríkis í ársbyrjun 1934 var ég staðráðinn í að fara aftur til Lundúna sem ég var búinn að fá mestu mætur á og ljúka við þessa bók í næði. Mér nægði 2 eða 3 daga dvöl í Austurríki til að sjá hvernig ástandið hafði hríðversnað á þessum fáu mánuðum. Viðbrigðin að koma úr hinu kyrra og trygga andrúmslofti Bretlands og til Austurríkis sem var altekið sótt hita baráttunar voru svipuð og þegar komið heitan júlídag í New York úr loftkældu herbergi út á brennandi strætið. Ofríki nasjonalsósíalista fór að gera klerkasinnum og borgaraflokkunum heitt í hamsi. Þeir fundu hvernig Þýskaland herti stöðugt á hinum viðskiptalegu þumalskrúfum og gerðist bráðlátara og ágengara. Stjórn Dollfuss, sem vildi varðveita sjálfstæði Austurríkis og verja það fyrir Hitler, leitaði sér stuðnings af meiri örvilnan. Frakkland og England voru oflangt í burtu og í sannleika sagt allt of tómlát. Tékkóslóvakía var frá fornu fari haldin óvild og öfund í garð Vínar. Þá var ekki öðrum til að dreifa en Ítalíu sem þessar mundir sóttist fast eftir viðskiptalegri og pólitískri varðgæslu yfir Austurríki til að tryggja sér Alpaskörðin og Trieste. Fyrir þessa vernd heimtaði Mussolini raunar geipiverð. Austurríki átti að semja sig að stjórnarháttum fasista, þingið skyldi lagt niður og þar með lýðræðið. Þetta var ógerningur nema með því að útrýma jafnaðarmannaflokknum sem var öflugasti stjórnmálaflokkur Austurríkis og best skipulagður. Eina úrræðið til að brjóta hann á bak aftur var skefjalust ofbeldi. Til að fremja þetta hermdarverk hafði forveri Dollfuss, Ignaz Seipel, stofnað samtök þau Heimwehr nefndust. Fljótt á litið virtust þau eins ógefilegt samsafn og hugsast gat, lagasnápar utan af landi, uppgjafaliðsfóringjar, ýmisskonar vafagepplar, atvinnulausir verkfræðingar, allt saman vonsviknir miðlungsmenn sem hötuðu hver annan eins og pestina. Þeir tóku sér loks til fóringja, ungan aðalsmann Starhemberg fursta sem hafði fyrir eina tíð setið við fótskur Hitlers og síðan þrumað gegn lýðveldinu og lýðræðinu en marseraði nú allt með málaliði sínu sem andstæðingur Hitlers og hét því að láta hausana fjúka. Það var óljós með öllu hvað Heimwehr menn ætliðust jákvætt fyrir. Í reyndinni voru stefnumið þeirra ekki önnur en að komast einhvern veginn á jötuna, enda áttu þeir allt sitt hald og traust hjá Mussolini sem atti þeim fram. Þessir austurríkismenn sem vildu heita föðurlandsvinir áttuðu sig aldrei á því að með byssjustingjunum frá Ítalíu hjuggu þeir af greinina sem þeir sátu á. Jafnaðarmenn skildu betur hvaðan hættan steðjaði að. Í sjálfu sér þurftu þeir ekki að vera hræddir við að leggja til beinnar atlögu. Þeir áttu sín vopn og hefðu geta lamað með allsherjar verkfalli allt í járnbrautakerfið, allar vatnsveitur og raforkuver. En þeir vissu líka að Hitler beið aðeins eftir slíkri rauðliðabyltingu sem gæfi honum átillu til að taka í taumana sem bjargvættur Austurríkis. Þeim virtist því illskárra að fórna meginhluta réttinda sinna og jafnvel þinginu til að komast að bærilegri málamiðlun. Allir vitibornir menn voru talsmenn slíks samkomulags með tilliti til þeirra sjálfheldu sem Austurríki var í, undir ægishjálmi hitlerismans. Sjálfur Dollfuss, sem var maður stjórnkjarn, metorðagjarn en fullkomlega raunsær, virtist jafnvel hlynntur samningaleiðinni. En Starhemberg hinn ungi og kumpan hans, Fay Major, sem átti seinna kynlegan þátt í morði Dollfuss, kröfðust þess að Schutzbund léti vopn sín af hendi og upprætt yrði hvert tangur og tetur lýðræðis og borgarlegs frelsis. Jafnaðarmenn höfnuðu þessum kröfum og hótanirnar gengu á víxl milli fylkinganna. Maður fann að senn hlaut að draga til úrslita, ofvænið sem lá í loftinu lagðist þannig á mig að mér var hugsað til orða Shakespeares, so foul a sky clears not without a storm. Ég var ekki í Salzburg nema fáeina daga og hélt innan skams áfram til Vínar. En þessa fyrstu daga febrúarmánaðar brast ofviðrið á. Í Linz réðust Heimwehrmenn á verkalýðshúsið til að gera upptækar vopnabirgðir sem þeir héldu að þar væru.
Verkamenn svöruðu með allsherjar verkfalli en Dolfus gaf fyrirskipunum að þessi uppespaða bylting skyldi barin niður með vopnavaldi. Ríkisherinn réðst því næst með vélbyssum og stórskotaliði gegn verkamannahverfum Vínarborgar. Í 3 daga var barist húsin. Þetta var í síðasta skipti sem evrópskt lýðræði utan Spánar varði hendur sínar gegn fasismannum. Verkamenn héldu velli í 3 daga en urðu þá að lúta í lægra haldi fyrir tæknilegu ofurefli hinna. Ég var í Vínarborg þessa 3 daga og hefði því átt að vera vitni að þessari úrslita viðureign sjálfstæði Austurríkis gekk fyrir ætternistapan. En í sannleika sagt verði ég að viðurkenna þá staðreynd sem kann að virðast mótsagnakennd að ég með eigin augum sá aldrei snefil af þessari byltingu. Sá sem hefur sett sér það markmið að draga upp eins óljúgfróða og skýra mynd af samtíð sinni og undir verður að hafa kjark til að svipta menn rómantískum hugmyndum. Og mér virðist ekkert einkenna betur nútímabyltingar og tækni þeirra en það hversu lítinn vettvang þær hasla sér innan hinna víðáttum miklu stórborgar nútímans, þannig að þær verða flestum íbúana ósýnilegar. Þó skrítið kunni að þykja, þá var ég stattur í Vínarborg þessa sögulegu febrúardaga árið 1934 án þess að sjá neitt af þeim afdrifaríku viðburðum sem voru að gerast og hafði ekki minnstu hugmynd þá meðan á þeim stóð. Það var skotið af fallbyssum, hús voru tekin herskildi, 100 fallina voru bornir burt án þess að ég sæi einn einasta. Blaðalesendur í New York, Lundúnum og París kunnu miklu betri skil á því hvað var að gerast en við sem hefðum átt að vera sjónarvottar. Seinna meir hef ég hvað eftir annað fengið staðfestingu á þessu furðulega fyrirbæri nútímans að þeir sem búa nokkrar húslengdir frá vettvangi stórviðburða vita minna þá en hinir sem eiga heima í mörg 1000 kílómetra fjarlægð. Þegar Dolfus var myrtur í Vín nokkrum mánuðum seinna hádegisbilið sá ég fréttatilkynningarnar á strætum Lundúnaborgar klukkan 5:30 síðdegis. Ég reyndi strax að síma til Vínar og mér til undrunar náði ég sambandi undir eins. En mér til enn meiri furðu komst ég að raunum að í Vín, nokkrar húslengdir frá utanríkisráðuneytinu, voru menn fáfróðari atburðinn en fólk upp og ofan á strætum og gatnamótum Lundúna. Ég get því aðeins tilfært reynslu mína af byltingunni í Vín sem neikvætt dæmi sem sé það hversu lítið samtíðar maður sér nú á tímum af þeim atburðum sem breyta ásýnd heimsins og örlögum hans sjálfs ef hann ekki af hendingu stattur mitt í flaumi viðburðana. Allt og sumt sem fyrir mig bar var þetta. Kvöldið höfðum við Margarete Wallmann, ballettstjóri óperunar, mælt okkur mót á kaffihúsi við Ringstrasse. Ég fór fótgangandi út á Ringstrasse og var að leggja af stað yfir götuna í mesta grandaleysi. Vissi ég þó ekki fyrir til en nokkrir vopnaðir menn í gömlum samtíningslegum einkennisbúningum stöðvuðu mig og spurðu hvert ég ætlaði. Þegar ég skýrði þeim frá að ég ætlaði á kaffihúsið Jóð, leyfðu þeir mér að halda áfram. Ég vissi hvorki hvers vegna herverðir voru allt í einu settir á strætin né hvað þeim var fyrir lagt. Sannleikurinn sá að þá hafði verið barist heiftarlega klukkustundum saman í úthverfunum en inni í borginni hafði engin hugmynd það. Þegar ég kom á hótelið kvöldið og hugðist borga reikningin að því ég ætlaði til Salzburg næsta morgun, þá kvað stýravörðurinn vera smeykur að ekki yrði neitt af því, sökum þess að lestir gengju ekki. Járnbrautarverkfall stæði yfir og auk þess væri eitthvað á seiði í úthverfunum. Daginn eftir birtu dagblöðin ærið óljósar fregnir af uppreisn jafnaðarmanna sem hefði verið bælt niður að mestu eða öllu leyti. Í reyndinni stóð viðureignin sem hæst þann dag og stjórnin sem hafði látið beita vélbyssum ákvað að hafinn skyldi stórskota hríð á verkamannabústaðina. En ég heyrði ekki einu sinni fallbyssudrunundar. Þó gervalt Austurríki hefði verið hernumið, hvort heldur var á sósíalistum, nasjonalsósíalistum eða kommunistum, þá hefði ég vitað jafn lítið og Münchenarbúar sem lásu það í Münchener Neuesten Nachrichten einn morguninn þegar þeir komu á fætur að borg þeirra væri í höndum Hitlers.
Meðan bardaginn geisaði í úthverfunum var allt með kyrrum kjörum inni í miðborginni eins og endra nær og við vorum nógu einfaldir að trúa því sem hermt var í opinberum tilkynningum að allt væri afstaðið og til lykta leitt. Ég þurfti að gá að einhverju í Landsbókasafninu og þar sátu stúdentarnir við lestur eins og venjulega, allar búðir voru opnar og fólki ekkert mikið niðri fyrir. Á þriðja degi, þegar allt var garð gengið, komst maður smátt og smátt á snoðir við sanna. Strax og lestirnar fóru að ganga að morgni fjórðadags hélt ég heimleiðis til Salzburg. Nokkri kunningjar sem ég mætti á förnum vegi létu rigna yfir mig spurningum hvað hefði eiginlega átt sér stað í Vín. En ég sem hefði að réttu lagi átt að vera sjónarvottur að byltingunni varð að segja við þá: ég veit ekki neitt, það er best fyrir ykkur að kaupa útlent blað. Svo einkennilega vildi til að daginn eftir urðu þáttaskil í lífi mínu í sambandi við þessa atburði. Ég kom síðdegis heim frá Vín til Salzburg. Þar biðu mín þá staflar af próförkum og brefum svo ég vann fram á nótt til að koma því frá sem ég átti ógert. Morgunin eftir ég var enn ókomin á fætur var drepið á dýr. Gamli Diggi þjónninn okkar sem var annars aldrei vanur að vekja mig nema ég hefði tiltekið við sann fótaferðatíma kom í gættina skeldur á svip. Hann sagði að ég yrði að koma niður því lögreglan væri komin og vildi hafa tal af mér. Ég varð all undrandi, fór í innislopp og gekk ofan. Þar stóðu 4 óeinkennisbúnir lögreglumenn og tjáðu mér að þeir hefðu fengið fyrirmæli að gera húsrannsókn og ég eigi að afhenda þegar í stað öll þau vopn sem Schutzbund eigi falin í húsinu. Ég verð að játa að fyrst í stað var ég of agndofa til að koma upp nokkur orði. Vopn frá Schutzbund í húsi mínu? Nei, þetta var allt of fjarstæðukennt. Ég hafði aldrei verið flokksbundin og aldrei látið stjórnmál hið minnsta til mín taka. Ég hafði ekki verið í Salzburg svo mánuðum skipti og hvað sem því leið var ekki hægt að hugsa sér neitt fráleitara en geyma vopn í þessu húsi sem stóð uppi á hæð fyrir utan bæinn. Það sem hlaut að sjást til allra væru þar á ferli með byssur eða önnur vopn. Ég svaraði því aðeins stuttur í spunna, gerið svo vel að gá. Hinir 4 rannsóknarar gengu húsið, opnuðu nokkrar kistur, dumpuðu í nokkur þil, en ég markaði strax af því hvernig þau köstuðu höndum til rannsóknarinnar að hún var gerð eingöngu fyrir siðasakir. Enginn þeirra bjóst í alvöru við neinum vopnabirgðum í þessu húsi. Eftir hálftíma lýstu þeir rannsókninni lokið og héldu á brott. Ástæðan til þess hversu mjög mér gramdist skrípaleikur þessi þarf því miður nokkurar sögulegar skýringar við. Á síðustu áratugum hefur Evrópa og veröldin öll gleymt því hvað persónuleg mannréttindi og borgarlegt frelsi voru heilög verðmæti áður fyrr. Frá því 1933 hafa húsrannsóknir, gerræðisfullar handtökur, eignarnám, brottvísanir frá heimili og ættlandi, nauðungarflutningar og öll hugsanleg læging önnur verið alltaf því sjálfsagðir viðburðir. Ég man varla eftir nokkrum evrópskum vini mínum sem ekki hefur orðið fyrir einhverju þess áttar. En þessar mundir í ársbyrjun 1934 var húsrannsókn ennþá hinn freklegasta móðgun í Austurríki. Það hlutu að liggja alveg sérstakar ástæður til þess að maður sem stóð allir í pólitíks víðsfjarri og hafði ekki einu sinni neitt kosningaréttar árum saman skyldi sæta þvílíku. Í rauninni var þetta austurískt sérmál. Lögreglustjórinn í Salzburg sá sig tilneyddan að grípa til róttækra ráðstafana gegn nasjonalsósíalistum sem hreldu fólk með sprengingum nótt eftir nótt og þessar varúðarráðstafanir baru vitni athyglisverða djörfung því flokkurinn var þá farinn að beita hermdaraðferðum sínum. Daglega bárust yfirvöldunum hótunarbréf í þeim tón að þeim yrði dýrkeypt ef þau héldu áfram að ofsækja nasjonalsósíalista. Þegar hefndir var að ræða hafa nasjonalsósíalistar innlagt haldið orð sín út í æsar, enda varð svo raunin á að dyggustu embættismönnum Austurríkis var varpað í fangabúðir fyrsta daginn eftir innrás Hitlers. Það lá því beint við að halda að með slíkri húsrannsókn hjá mér
væri verið að koma fólki í skilningum að enginn væri undanþeginn þessum varúðarráðstöfunum. En ég hafði þetta smávægilega atvik til marks það hversu alvarlega Austurríki var á vegi statt og hve fast Þýskaland var farið að þjarma að því. Ég kunni ekki lengur við mig í húsinu eftir þessa opinberu heimsókn og mér sagði svo hugur að atvik af þessu tagi væri meinhægur undanfari miklu víðtækari afskipta. Sama kvöldið fór ég að búa helstu skjöl mín og skilríki, staðráðun í að dveljast erlendis þaðan í frá. Fyrir mig var þetta meira en skilnaður við hús og ættland, því fjölskylda mín hélt tryggð við þetta hús sem heimkynni sitt, hún unni átthögunum. Mér var hins vegar einstaklingsfrelsið mætast alls á jörðu hér. 2 dögum síðar hélt ég aftur til Lundúna án þess að gera nokkrum vina minna eða kunningja kunnugt fyrirætlun mína. Þegar þangað kom var mitt fyrsta verk að tilkynna yfirvöldunum í Salzburg að ég hefði fyrir fullt og allt afsalað mér aðsetri mínu þar. Þetta var hið fyrsta sem ég gerði til að losa mig úr tengslum með ættland mitt. En síðan vínardagana sælu vissi ég að Austurríki var glatað. Raunar grunaði mig ekki þá hversu miklu ég glataði leið.